Sælistrákar, ég ætla að tala hugrekki í þessu þætti. Þegar hugrekki svolítið svona grunnurinn og svona kveikjan í karlmennskunni. Ef maður að vera meira hugrakkur, þá byggir maður upp meira sjálfstraust, meira sjálfsmynd og fær meira virðingu. En það ekki allir sem eru með meðfætt hugrekki. Stundum þarf maður að byggja upp og þjálfa það eins og að mæti ræktin og búa til styrk. Hugrekki svona kjarninn að karlmennskunni. Aristoteles var forngrískur heimspekingur sem var til á 4. öld fyrir Krist og hann skrifaði fullt af hlutum og taldi og svona hreinasta form af hugrekki þegar maður að eigin vilja fórna sjálfum sér annarkvort að þessi líkamlegum skaði eða dauða fyrir eitthvað sem skiptir máli eða eitthvað dýrmætt eða fyrir aðra en ekki út frá skildu eins og þú fyrir hér og hér skildu að deyja í stríði. Alltaf þetta var ekki hugrekki, bara þegar menn taka eigin ákvörðun með að vita hættunar og aðstæður og berjast fyrir ykkur stærra sem skiptir máli. Það var svona hans mynd á hinu hreinu hugrekki. Við ætlum að fara svona stutt í hvað að vera hugrekkur og við ætlum að læra hvernig við náum að byggja upp þannig að þegar kemur að því þá getum við orðið hugrekkir. Og við byrjum að ekki vera hugrekkur. Það þegar maður forðast hættur að þegar maður hræddur. Eða þú gerir ekkert út frá ótta. Hann bara skortur á hugrekki. Basic. Svo annað sem lítur út fyrir að vera hugrekki en kannski ekki beint hugrekki samkvæmt honum. Og það til dæmis þegar menn gera eitthvað út frá stolti eða þeir gera eitthvað út af því það hópþrýstingur á þeim. Eða þeir fara í eitthvað hættulegar aðstæður án þess að gera sér grein fyrir afleiðingunum eða af hverju að fara í þessar aðstæður. Ok, eins og 2 dæmi. Maður sem labbar niður í bæ leitast eftir átakar til að berja eitthvað út frá stolti eða egói. Þetta ekki hugrekki. Þetta óskynsemi. Eins og maður sem hleypur inn í brennandi byggingu út frá hugsunarleysi án þess að pæla hættunum eða aðstæðum og hafa einhvern svona tilgang á bak við það. Eða maður sem hleypur inn í brennandi byggingu vitandi það hættur, hann getur mist líf sitt og hann að fara hana með þeim tilgangu að bjarga einhverju. Það svona munur þannig, eitt hugsunarleysi og eitt svona alvöru hugrekki. Og oft menn bara með hugsunarleysi en horfa eins og þessi hetjuskapur, en það það ekki. Hvað þá hugrekki? Þegar maður má ekki hlaupa inn í brennandi byggingu á þess að þurfa að hugsa út, Hann getur hugsað þetta svona. Hinn hugrekki maður sér hættunar skýrt. Hann bara sér og veit að hættunum. Og hann finnur fyrir óttanum sem mjög eðlilegt og hræðist, en tekur samt ákvörðuna með að fara inn í bygginguna eða fara og gera eitthvað eða taka ákvörðuna að gera eitthvað sem hún finnst óþægilegt eða erfitt. Og það sem skiptir máli hann að gera út af réttu ástæðunum. Ekki bara að því bara eða hópþrýsting eða til þess að svala egóinu sínu eða til þess að vera cool eða svalur heldur hann að gera þetta einhver ástæðu. Það getur verið að þegar hann að verja fjölskyldunum sína, hann að verja hópin sinn, hann að standa upp fyrir eitthvað sem minna mega sín eða þá hann að standa upp að þegar hann með sterka réttlættiskend. Þetta svona allt ástæður af hverju maðurinn verður hugrakkur og að gera hlutina. Þá horfum maður á hann sem hugrakkur mann. Heldur maður sem gerir eitthvað út frá fljótfærni eða til þess að ná miklum tilgangi í lífinu að gera eitthvað fyrir sjálfan sig. Hugrekki í miðjunni, ekki að þegar hann hleypur inn í byggingu út á hugsunarleysi eða hvatvísi, heldur að því að hann svona búinn að hugsa þetta og pæla. Að hann viti að hættan til staðar og hann finnur fyrir óttanum, en velur síðan að fara í aðstæðunar og takast á þeim. Ekki að því að hann að reyna að vera eitthvað töff eða að því að hann reiður vegna þess að það rétti hlutur hann að gera í aðstæðunum. Það að verja eitthvað standa upp fyrir einhverjum styrkur hjá manninu ekki eingöngu til þess að nota fyrir aðra eða þjóna öðrum. Þetta ekki bara þjónusta. Karlmenn eiga líka að nota styrki sinn til þess að byggja upp sitt eigið líf og til að ná sína eigin markmiðum og sigrast á sjálfum sér. Og veistu hvað? Það ekki raunhæft, ekki sanngjarnt að ætlast til þess að maður fórni sjálfum sér aftur og aftur fyrir aðra án þess að fá neitt í staðinn. Til dæmis ekki að fá virðingu eða að fá tilgang eða árangur. Það líka að tala um eitthvað svona andlega hluti og efnislega hluti. Þú átt skilið að fá eitthvað tilbaka. Þú átt ekki bara að gefa. Þú mátt líka fá eitthvað tilbaka. Virðingu, tilgang, árangur. Ef þú ert bara að fórna sjálfu þér og fara ekkert í staðinn tilbaka, þá það ekki hetjuskapur. Heldur leið til þess að brenna út og týna sjálfu þér. Það eðlilegt að þú vilji meira og það eðlilegt að þú vilt sigra, að þú vilt vinna, þú vilt blómstra og skara fram úr í lífinu. Og það ekki eiginni, það náttúrulegt. Það ekki endilega sá sem sterkastur sem leiðir, heldur sá sem hefur hugrekki til þess að stíga áfram fyrst. Hugrekki ekki eingöngu til þess að berjast fyrir aðra.
Stundum þarf hugrekki til þess að standa fyrir sjálfum sér, að segja ég á skilið að lifa lífinu sem mig langar í, ég má líka hugsa mig, ég ætla ekki bara að vera þannig til þess að hjálpa öðrum, ég ætla að hjálpa sjálfum mér fyrst. Og þú mátt vera eigingjarn, bara á meðan þú ert ekki að koma í veg fyrir eða stoppa einhvern annan að ná sínum eigin markmiðum. Ég ætla að setja aftur, þú mátt vera eigingjarn og gera það sem þú vilt á meðan þú ert ekki að stoppa einhvern annan eða koma í veg fyrir hjá einhver öðrum að ná sínum eigin markmiðum. Þá ert ekki að neina áhyggjur af þessu. Og þegar þú setur sjálfa ekki í fyrsta sæti, bara í 5. sæti, og þá ertu bara að klára og keyra þau út, átt ekkert eftir, og það einu sem getur gefið frá þér eitthvað svona bare minimum. Þegar ég var yngri þá náttúrulega þurfti ég að setja sjálfum í 1. sæti því ég hafði eiginlega ekkert að gefa. Ég hafði ekkert til þess að gefa frá mér. Ég var bara, ef ég var að gefa eitthvað frá mér, var bara bare minimum af því ég var bara á þeim stað. Þannig að betra að setja sjálfum sig í 1. sæti í einhvern smá tíma til þess að koma sér á stað sem að getur gefið miklu meira frá sér. Og það þarf hugrekki að fara að hugsa sjálfan sig. Það þarf hugrekki að segja, nei, ég ætla ekki að eyða mínum tíma í eitthvað fyrir þig, ég ætla núna að hugsa mig. Það þarf hugrekki. Hvað getur við gert til þess að vera meira hugrekkir? Ég veit ekki svo hvort ég segja hugrekkir rétt, af því ég er búin að segja þetta svo oft hérna í þessum upptökum. Að vera hugrekkur og komumst á þennan stað þar sem líkaminn mun ekki frjósa eitthvað, að líkaminn ekki bara stoppa og bara fríka út og gera ekki neitt, skilur. Hvernig komst það á þann stað þar sem þegar virkilega þurfa þess að þá getur við stigið skrefið og vera hugrekkir í alvöru aðstæðum í framtíðinni. Og þetta byrja allt með litlu hlutunum sem við gerum í lífinu. Og númer 1, ýta okkur öðrum áfram í aðstæður eða ýta okkur áfram í að gera eitthvað. Segja okkur öðrum að gera eitthvað sem er kjánalegt, asnalegt fíflaskapur. Og við oft séu yngri strákar vera alltaf svona man okkur annan í eitthvað. Þetta er ákveðin skóli til þess að þjálfa hugrekki í okkur. Þó að þessi asnalegt, kjánalegt eða fíflalegt, þá er þetta að styrkja hugrekkið í okkur. Og númer 2 er allt sem þið finnst óþægilegt eða hrættuð er smeykur. Þó að þessi pingu lítið. Það skiptir ekki máli hvað það er. Sem að þú vilt ekki læra að setja í vél að þú ert hrættur við að setja rautt og allir þvotturum verður bleikur. Og þú neitar því að reyna að læra að setja í vél. Setja í þvott, skilur. Hugrekki er basically bara að fara og læra hvernig átt að þrífa fötin. Þá býr til sjálfstraust. Bara, þetta getur pingulítið hlutur. Eins og dæmi. Ef þú verður veikur, ert að senda yfirmanninum SMS að þú ert að reyna að komast hjá því að hringja. Verður ekki meira hugrekkur ef þú myndir frekar hringja þó að þeim finnst það óþægilegt heldur en að senda SMS. Og hvort heldur að fólk myndir virða það meira að þú hringir eða þú ert að senda SMS ef þú ert veikur. Annað dæmi, ef þú ert að keyra sér bíl í vegkantinum, ætlar að keyra áfram og hugsa bara næsti stoppar og reddar þessu, næsti hjálpar honum, eða ætlar að vera hugrekkur og fara og tjekka hvort að eitthvað sem þú getur gert, eitthvað getur hjálpað með þú veist ekki neitt hvað þú átt að gera. Þannig er smá hugrekki að stoppa og aðtöka hvort það sé í lagi. Bara litli hlutir. Annað dæmi, hvort sem að þessi fjölskylda eða maki eða vinir og þú ert vanur alltaf að segja já við öllu, væri ekki á tími komin til að breyta og segja nei. Stundum segja nei bara af því að þú þorir ekki að segja nei. Það er ákveð hugrekki. Einhver biður að hjálpa þér að gera eitthvað, segja nei. Þó þú þorir ekki, vilt það ekki. Af því þú hræddur við að hann verður reiður eða eitthvað annað gerist. Þetta er hugrekki. Allir þessi litlu hlutir gera það kleift að þú byggir upp sjálfstraust og að þú ferð á stað að þegar það krefst í alvörunni hugrekkis í framtíðinni, þá ertu ekki að fara bara að standa og gera ekki neitt. Þá ferðu. Það er miklu léttara. Og menn sem eiga létt með svona lítið hugrekki, eiga létt með að gera þetta í þessu litlu aðstæðum, eiga töluvert léttara með að stíga fram þegar virkilega krefst þess í framtíðinni. Eitthvað stórt gerist. Og númer 3 að svo getur gert, ef þú ert feimin ef með félagskvíða, hvað skiptir þú fer í eitthvað afgreiðslu, hvort það sem er búð eða eitthvað lúu, þú ert að kaupa þér eitthvað, að segja eitthvað við afgreiðslumanneskjuna, kommenta eitthvað, bara flotta neglur, eða byrja að tala við manneskjuna eða segja eitthvað. Félagið mér, hann til dæmis æfði svo rosalega mikið í þessu, bara skiptir ekki mál hvað það var, byrja eitthvað samtal við búðamanneskjuna, að svo var hann farinn og aftur. Og fórum í bíó daginn á svona tónleika og gæi var bara með popp í sætinu hans. Þá fer hann eitthvað fíblast. Bara, erum við ekki að borða þetta saman eða? Og
og svo fer hann með hendur svona yfir eins og náttúrulega að fá sér og allir fara að hlæja og rosa gaman, rosa fyndið, skilu. Hún fannst þetta bara gett eðlilegt og normal af því að hann búin að alltaf vera að kommenta og segja eitthvað. Hann í sánu eða í gufu, hann fer og reyna að tala, búa til eitthvað umræðefni. Þannig hann bara búin að þjálfa sig í þessu. Konum finnst þetta mjög aðlaðandi. Ég man bara, ég var 25, ég var að keyra út á landi og það einhver gæi stendur við einhverja brú að veiða í einhverju vatni. Og ég bara fer út í kant, fer til gæjans og tala við hann og spyrir hann út í veiðina og hvernig þessi áværi og eitthvað svoleiðis. Þekkt hann ekki, veist ekki neitt. Svo kem ég aftur út í bíl, stelpa sig var með, fannst þetta bara alveg fáránlegt. Bara hvernig ég þorði og hafði kjarkinn eða bara stoppa einhverstaðar middle of nowhere, tala um einhverja mannesku í einhvern 20 mínútur án þess að þekkja hana. Og henni fannst þetta bara sturla, hún bara holy shit, hvernig þú eru þessu, hvernig gastu gert það? Ég er bara búin að æfa mig að gera þetta, búin að þjálfa mig í þessu. Áður gæti ég ekki svona opnaði mig kjaftin þegar ég var að tala við fólk. Þannig að þetta geranlegt. Og númer 4 að læra að vera í óvissunni og þykja óvissan ok og þykja hún allt í lagi. Vita það að það er betra að þjálfa sig í að vera í óvissunni og þykja í lagi að því lífið óvissa. Flestir þeir vilja alltaf vita allt, fá allar upplýsingar og vera alveg viss hvaða ákvörðun hvað að gera eða hvert að fara og hvað að fara að gerast að þau bara make ekki óvissuna. Og ef þú meikar ekki óvissuna þá ertu basically stopp í stað að því lífið óvissan. Að taka áhættu eða vera hugrakkur þýðir að þú ert óviss útkomuna, þú ert óviss hvað gerist. Þjálfaði að vera í óvissunni, þjálfaði að gera hluti sem þú ert óviss útkomi og óviss hvað gerist. Ok, segjum að þú ert að mæta eitthvað staðar sem þú aldrei mætt áður. Þá vil maður alltaf sækja sér allar upplýsingar, klukka hvernig opnar, hvernig á þetta, hverju verða hana, hvað á ég að gera. Svo spyrir maður fólk í kringum sig, hefur þú farið ángað, hefur þú gert þetta? Einhvern veginn fór ég á ákveðin námskeið áður en ég var komin á annan stað og þá þurfti bara að vita allt námskeið. Hringdi í gæjan, spurði hvernig námskeiðið væri, hvernig átti að mæta, fór á netið, reyna að finna staðsetninguna, ok, þetta ekki þetta hús, þetta þessi inngangur. Af því ég bara meikaði ekki óvissuna að bara mæta hana og kannski fara inn vitlaus og hurð. Fara eitthvað vitlaust eða gera eitthvað vitlaust. Bara óvissan var bara ekki það sem ég var að meika. Og eins og í dag, ef ég þarf að fara að gera eitthvað, ég þarf ekki neinar upplýsingar til þess að vita hvað ég að fara að gera eða hvert ég að fara. Jú, smá upplýsingar að fræða mig, en með við áður, þá óvissan bara lífið. Lífið óvissa. Að þykja í lagi góður hlutur. Erfitt líf að þurfa að vera þessi típa sem þarf að fá allar upplýsingar að þau getur ekki verið í óvissunni. Þannig að þjálfaði sjálfaði að vera í óvissunni. Bara að segja, ok, þetta allt í lagi, ég reddi þessu. Þetta sýnst bara að treysta sjálfaði að þú veist hvað þú gera þegar þú ferði í einhverja aðstæður. Og þetta bara þjálfun, maður bara gera þetta nógu oft. Og númer 5, að vera hugrakkur í að taka einhverja ákvörðun og gera hana. Sem sagt, ef þú tekur ekki neina ákvarðanir, þá ertu ekki að lifa lífinu. Að lifa lífinu eða upplega eins og lífið sé lifandi snýst að taka ákvörðun. Ef þú gerir ekki neitt, stendur bara í stað og þá basically bara svona þunglindi. Og því basically bara að taka ákvörðun. Eða tekur þið viku að taka eina ákvörðun einhvern hlut hjá þér, þá einu mánuði ertu að taka 4 ákvörðanir. En ef það tekur mig dag að taka eina ákvörðun, svona erfið ákvörðun, ég bara í dag að hugsa hana, það tekur 31 ákvörðanir á mánuði. Þá miklu fljótari að ná upp sjálfstrausti og hugrekki og árangri og öllu þessu. Og oft þegar maður tekur ákvarðanir, maður veit ekki hver rétt ákvörðun eða ranga ákvörðun. Það er betra að taka ákvörðun núna í dag og koma staði á morgun að þetta var vitlaus ákvörðun heldur en að bíða í 3 mánuði, taka þessa ákvörðun og þá kemst það ok, þetta var vitlaus ákvörðun. Og þá fer hina leiðina. Þannig að númer 5, taka bara ákvarðanir og þá strax kemstu ljós hvort það sé rétt ákvörðun ekki. Og ástæðan okkur við gerum alltaf þessa litlu hluti sem ég að tala að til þess að byggja upp hugrekkið að þegar lífi krefst þess, þá ertu maðurinn sem stendur upp. Þá ertu maðurinn sem tekur á skarið. Þá ertu maðurinn sem hugrakkur og lamast ekki í líkamannum. Og þetta byrjar allt bara með litlu hlutina sem þú gerir. Að mínu mati betra að gera eitthvað sem erfitt eða óþægilegt, eitthvað sem hræðist til þess að þjálfa sig í því þangað til að maður finnst það ekki erfitt eða óþægilegt eða ekki hræddur staðan fyrir að vera hræddur við þetta allt sitt líf. Skilurðu? Staðan fyrir að vera óöruggur allt sitt líf þá
þá betra að fara inn í aðstæðunar, finna fyrir sársaukann, vera hræddur, þykja þetta óþægilegt, fara þangað heldur en að lifa með óttanum í 40, 50, 60 ár. Þetta líka eina af þessu ástæðum af hverju ég var alltaf að setja mig í vondar aðstæður. Því ég bara meikaði ekki að hugsa framtíð þar sem ég væri bara ennþá óöruggur eða framtíð þar sem ég gæti ekki farið eitthvað því ég bara var ennþá hræddur. Það erfiðara að lifa í óttanum heldur en að stíga inn í óttan. Og því meira sem þú ert hugrakkur, því meira sjálfstraust færðu. En hún komið að lokum, þannig að takk fyrir að hlusta og við sjáumst næst.